og vonast til að þeir væri kannski hætt við að bóka. En ef svo ekki, þá bið ég borgarfulltrúa að koma hingað upp og gera grein fyrir sínu bókunum. Það er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran. Já, komdu bara hingað upp og gera grein fyrir þinni bókun. Undir hvaða dagskrárlið? Lið 1. Lið 1, gjör svo vel. Takk fyrir. Bókun framsóknar og flugvallarvinna við lið 1, aðgerðir í skólamálum. Umbætur í skólamálum þurfa að vera raunhæfar og vera samstíga við þær kröfur sem gerðar eru til uppeldis- og menntamála í aðalnámskrá sem gefin út af yfirstjórn menntamála á Íslandi. Þær aðgerðir sem nú hafa verið kynntar í skólamálum eru jákvæðar og munu minnka ýmsar rekstrar erfiðleika í leikskólum og grunnskólum tíma, þó enn meira fé og öflugri aðgerðir þurfi til að tryggja traustan rekstur starfsstaðana til framtíðar sem og framsækið uppeldis- og menntunarstarf í þágu æsku borgarinnar, menntun sem tryggir þeim traustan grunn inn í framtíðina. Þá er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið við það að gera grein fyrir bókun flugvallar og framsóknar og flugvallarvinna undir fyrsta dagskrárlið og þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur að gera grein fyrir bókun sjálfstæðismanna undir hvaða dagskrárlið? Undir 10. dagskrárlið, gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það er 10. liður í fundargerð borgarráðs frá 8. september og þar undir 20. liður fundargerðarinnar. Ég hef sent þetta til ritara. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja Félagsstofnun stúdenta í aðkomu að mögulegu skipulagi í Skerjafirði en benda á að framundan eru viðræður vegna framtíðar staðsetningar Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýri. Forseti, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins eiga eftir að gera grein fyrir fleiri bókunum. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og Hildur Sverrisdóttir. Og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við það að gera grein fyrir bókun undir 10. dagskrárlið. Má bjóða fleiri borgarfulltrúum að koma hingað upp og gera grein fyrir bókunum sínum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kynni hér fyrst bókun varðandi skólamál sem var fjallað fyrsta fundinum og hún er svo hljóðandi. Komið hefur í ljós að með fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2016 gerði meirihluti Samfylkingar, Bjartar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna algerlega óraunhæfar hagræðingar kröfur til leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila borgarinnar. Með framlögðum tillögum með viðbóta framlög viðurkennir meirihlutin loks að skólakerfi borgarinnar er gróflega undirfjármagnað og ekki seinna vænna í ljósi þess að rúmlega 2/3 fjárhagsársins eru nú að baki. Mikill tvískinnungur felst í því að halda því fram að ný framlög til skólamála sé að ræði þessu sambandi því að langstærstum hluta er verið að viðurkenna þann hallarekstur sem orðin er að veruleika vegna óraunhæfrar fjárhagsáætlunar og Reykjavíkurborg hefur ekki tök á að víkja sér undan, til dæmis vegna sérkennslu, langtíma veikinda, skólaaksturs og skólamáltíða. Við vinnslu fjárhagsáætlunar 2016 bentu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og skólastjórar á að ýmsar niðurskurðartillögur meirihlutans væru óraunhæfar. Á yfirstandandi ári hafa borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítrekað fylgt þessum ábendingum eftir í umræðum sem efnt hefur verið til í borgarstjórn að frumkvæði þeirra. Til dæmis myndi niðurskurður á fæðisgjald til leikskóla og grunnskóla óhjákvæmilega bitna á gæðum skólamáltíða. Það hefur því miður gerst. Komið hefur í ljós að hluta fæðisgjaldi leikskólana er nú ráðstafað til annars í matarinnkaupa og segir formaður félags leikskólakennara að þar með hafi botninu verið náð. Þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar málið frá kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum brást meirihlutin ekki við þessari alvarlegu stöðu fyrir málið hafði hlotið mikla og endurtekna umfjöllun í fjölmiðlum. Brýnt er að tryggja að hækkun á fæðisgjaldi nemenda skili sér að öllu leyti til hráefniskaupa og munu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fylgjast með því. Athygli vekur að meirihlutin gerir ekki ráð fyrir neinum aðgerðum í því skyni að styrkja rekstur frístundaheimila Reykjavíkurborgar þrátt fyrir að niðurskurður hafi jafnvel verið hlutfallslega meiri þar á undanförnum árum en í leikskólum og grunnskólum. Og svo er bókun varðandi göngubrú á Miklubraut sem hljóðar svo: 17. nóvember 2015 lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu í borgarstjórnum að gripið er til aðgerða í því skyni að tryggja börnum og ungmennum örugga göngu- og hjólaleiði við Miklubraut á kaflanum milli Lönguhlíðar og Kringlumýrarbrautar.
Samþykkt var að vísa tillögunni til meðferðar umhverfis- og skipulagssviðs á sínum tíma, en lítið virðist þó hafa verið unnið með hana og var hún til að mynda ekki tekin til umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsráði fyrir en í síðustu viku í kjölfar fyrirspurna borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins málið. Borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lýsir við vonbrigðum með þann hægagang sem viðhafður hefur verið í þessu máli og hvetja til þess að úr því verði bætt svo þetta mikilvæga mál fái farsæla úrlausn fyrst. Svo er það að lokum bókun varðandi umræður Austurbakka 2 á fundinum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma að fulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna kjósi að vísa frá tillögu viðræður í því skyni að aflétta meintri kvöð Reykjavíkurborgar á kaupum á 89 bílastæðum. Kaupverð umræddra stæða nemur 629 milljónum króna eða sem nemur tæpum 70 milljónum króna á hvert bílastæði. Í tillögunni er einnig kveðið á að skoðaðir verði möguleikar á, hér ávist að vera 7 milljónum króna á hvert bílastæði. Í tillögunni er einnig kveðið á að skoðaðir verði möguleikar á að úthýsa fjármögnun og rekstri umræddra bílastæða. Við núverandi aðstæður er mikilvægt að sem flestar leiðir verði skoðaðar til að draga úr fjárfestingu og rekstrakostnaði á vegum borgarinnar og er því slæmt að meirihlutin vil ekki einu sinni skoða möguleika á því. Rétt er að taka það fram að þeir samningar sem vísað er í varðandi gerð umræddra bílastæða eru frá árunum 2004 og 2006 en frá þeim tíma hafa viðhorf að ýmsu leyti breyst í bílastæðamálum. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðismanna. Forseti vil vekja athygli á því að samkvæmt samþykkt borgarstjórn þá ber borgarfulltrúum að skila inn bókunum innan við 200 orð og það sem að bókun borgarfulltrúans í fyrsta dagskrárlið eru 288 orð, vil ég vekja athygli á þessu í framtíðinni. Þetta er bara ekki í boði. Fleiri borgarfulltrúar vilja koma hingað upp. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir kemur upp og gerir grein fyrir bókun Sjálfstæðismanna í lið og biðja borgarfulltrúanum að senda skrifstofustjóra og okkur bókanir sínar. Gjör svo vel. Forseti. Bókun Sjálfstæðismanna er svo hljóðandi. Eðlum á samkvæmt er mjög mikilvægt að í störfum sínum sem umboðsmaður borgarbúa sé hann eins óháður stjórnmála og embættismönnum þeim sem hann hlutast til í störfum sínum. Það er því stór ástæða til að kanna betur hvar umboðsmaður sé best stjórnskipunalega staðsettur í samræmi við þá hugmyndafræði hann sé óháður og sjálfstæður aðili innan stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Því fagna borgar fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að meirihluti hafi horfið frá tillögu sinni umboðsmaður heyri undir stjórnkerfis- og lýðræðisráð og heyri embættislega undir borgarstjóra með að samþykkja tillögur þeirra að máli verði skoðað og unnið betur í svo mikilvægu máli. Það var borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðismanna undir 10. dagskrárlið. Má bjóða fulltrúum meirihlutans að koma hingað upp og gera grein fyrir sínum bókunum. Forseti og Já, forseti og borgarstjórn, ég ætla að lesa upp bókun meirihlutans undir fyrsta lið, aðgerðaáætlun í skólamálum, hún er svo hljóðandi. Meirihlutinn sýnir nú skýra forgangsröðun sína í verki með því að nýta stóran hluta af auknu svigrúmi borgarinnar í aðgerðaáætlun í skólamálum, þar sem fjárveitingar til leikskóla og grunnskóla hækka tæpan milljarð króna strax í haust og enn frekar á næsta ári. Framlög hækka meðal annars til sérkennslu og fagstarfs í leikskólum og grunnskólum, skólaaksturs og kaupa á námsgögnum til skapandi starfs í leikskólum. Börnum sem fædd eru í mars og apríl 2015 verður boðin leikskólaþjónusta frá og með áramótum 2017. Fæðisgjöld vegna mataráfskriftar hækka til að bæta skólamáltíðir og renja tekjunar alfarið til skólamötuneyta í kaupa og hráefni. Þá verður hluta af hagræðingu matarinnkaupa skilað tilbaka.
Reykjavík verður nú með mjög sambærileg framlög og þau sveitarfélög sem leggja mest í hráefnisframlög til skólamönduneyta. Leikskólagjöld og önnur gjöld vegna skólagöngu barna í borginni verða áfram með þeim lægstu á landinu. Með þessum fyrstu aðgerðum með kröftugum hætti snúið vörn í sókn í skólamálum í borginni eftir aðhald síðustu ára og stefnan sett á að skóla- og frístundastarf borgarinnar verði ótvírætt í fremstu röð. Svo ég líka með bókun tillögu sem tekin upp við afbrigðum undir þessum lið, var það ekki? Matarmál í Ráðhúsinu. Hún svo hljóðandi. Fyrr á þessu ári var farið með tilheyrandi tíma og kostnaði í útboð á sameiginlegri mötuneytisþjónustu fyrir stjórnsýsluhús borgarinnar, Ráðhús og Höfðatorg. Tilgangur með því að sameina rekstur mötuneytanna og bjóða hann út var að draga úr sveiflum í rekstri, auka gæði, bæta þjónustu og hagræða til lengri tíma lítið. Eðli málsins samkvæmt fól það ferli meðal annars í sér gerð ítarlegra útboðsskilmála og samningsgerð á grundvelli þeirra til minnst 2 ára. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gerðu enga athugasemd við þetta fyrirkomulag heldur greiddu þvert á móti 2 fulltrúar flokksins atkvæði með því á fundi borgarráðs þann 28. apríl síðastliðinn. Því skýtur skökku við að nú fáum mánuðum síðar leggi fulltrúar flokksins til í borgarstjórn að þessu samningsbundna fyrirkomulagi sé breytt verulega í þá eru að matseðliðar mötuneytis Ráðhússins séu samræmdir við skólamatseðla. Betur væri hægt að ná fram yfirlýstu markmiði tillögunar með því að kjörnir fulltrúar borgarinnar kynntu sér frá fyrstu hendi hvernig staðið að matarþjónustu í skólum borgarinnar. Það borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið við það að gera grein fyrir bókunum meirihlutans undir fyrsta dagskrá liðar. Fleiri bókanir eftir að koma. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur allar að koma upp og gera grein fyrir breyttri bókun undir 10. dagskrárlið. Já. Og minni borgarfulltrúa að senda skrifstofustjóra alla bókanir, þannig við getum gengið frá fundargerð. Forseti, leiðrétt bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins því svo hljóðandi. Eðli máls samkvæmt mjög mikilvægt að í störfum sínum sem umboðsmaður borgarbúa sé hann eins óháður stjórnmála og embættismönnum þeim sem hann hlutast til í störfum sínum. Það því stór ástæða til að kanna betur hvar umboðsmaður sé best stjórnskipunarlega staðsettur í samræmi við þá hugmyndafræði að hann sé óháður og sjálfstæður aðili innan stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Því fagna borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að meirihlutinn hafi horfið frá tillögu sinni, að meirihlutinn hafi horfið frá tillögu meirihlutans að sinni að umboðsmaður heyri undir stjórnkerfis- og lýðræðisráð og heyri embættislega undir borgarstjóra með að samþykkja tillögu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að máli verði skoðað og unnið betur. Það borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið við það að gera grein fyrir leiðréttri bókun undir 10. dagskrárlið. Hafa þá allar bókanir verið lesnar upp hér? Ef svo þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Ég segi takk. Fyrirgefið þið eitthvað óklárað? Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slitið klukkan 18:22. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Sóleyju Tómasdóttur í Reykjavík.